þýskur hæll. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég geri hann. Ég fitjaði hérna upp 36 lykkjur og ég ætla að skipta prjóninu í tvennt og setja á einn prjón og deila því svo með þessu hérna. Þetta eru 9 og 9 lykkjur og ég ætla að deila því svo með 3, þannig að það verða 6 lykkjur jafnt yfir. Ég ætla að sýna ykkur líka í leiðinni fyrst ég að þessu hérna smá tricks að því að sumir að lenda svolítið í því að það sé laust hérna á milli þegar að prjóna með 4 prjónum. En trikkið að þegar þú ert að prjóna með 4 prjónum að hafa prjónin sem þú ert að fara að prjóna á bak við þannan prjón svo að það myndist ekki of mikið bil, þá verður það þéttara. Og ég byrja bara að prjóna hérna 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og svo set ég merki og svo prjóna ég aftur 6, 1, 2, 3, tek þennan prjón bara til hliðar, fjórar, 5 og 6 og set aftur merki og prjóna út á enda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ef að þetta hérna væri oddatala, þannig að það væri 6, 6 og svo var 1 auka, þá kemur hún alltaf í miðjuna. Auka kemur alltaf í miðjuna. Þannig að þá væri hérna 6, 6 og 7 eða 8, 8 og 9, en það líka alveg, þú veist, hægt að hafa 6, 6, 6, það gengur upp. Ok, það sem núna við ætlum að gera að nú ætlum við að snúa verkefninu við og við förum með nálaroddinn beint inn í lykkjuna, svona. Tökum hana hérna fram af og tricksið í þessu til að þetta verði ekki laust og lafandi að tosa daldið vel í. Svona. Og það koma svona 2 lykkjur. Þannig að þetta svona og tosa daldið vel í. Og svo prjónum við bara brauðið tilbaka. Og prjónum bara alveg yfir. Svolítið að fara hérna fyrir þessi prjón. Og við færum merkið með. Bara aðeins að ýta nú niður. Og við færum alltaf merkin með. Færa merkið. Og við prjónum alveg út á enda. Nú snúum við aftur við. Nú gerist aðeins öðruvísi að því að við erum að fara að prjóna slétt. Þá gerum við það þannig að við tökum bandið hérna fyrir aftan prjónin, förum aftan í lykkjuna, tökum hana þannig fram af og þá myndast þetta svona 2 lykkjur og svo prjónum við aftur yfir og passa alltaf að strekkja vel í byrjun. Færum merkið með.
heyrir svolítið mikið í þessu. Færi merki með svolítið læti í þessu. Og við prjónum alveg að það sem við snerum við áðan. Hérna það. Þessar tvær sem eru svona saman. Og þá snúum við aftur við. Og höfum það sem bara á prjónunum. Og við förum beint inn í lykkjuna. Tökum hana fram af. Strekkja vel. Og prjónum brauðið tilbaka. Færa merki með. Færa merki með. Og við prjónum alveg að þeirri lykkju þar sem við snerum við áðan. Og þið sjáið að það hér. Snúum við. Höfum það áfram á prjónunum og munið þegar við erum að fara að prjóna slétt. Fyrir við bak við bandið, aftan í lykkjuna, strekkja vel og prjónum yfir. Og þetta endurtekið alveg alltaf að lykkjunni sem við snerum við á. Og svo sýni ég ykkur hvað gerist næst. Ok, nú ég að koma að lokum á þessu. Ég færi seinni prjónamerkið yfir og ég prjóna slétt, snífið, hérna prjónaroddin beintinn og yfir, strekkja vel, færi, strekkja vel, prjóna yfir. Færi prjónamerkið, svona, og svo sný ég hérna við, bandið fyrir framann. Og núna, það sem ég geri að ég prjóna tvær umferðir, alveg allan hringinn. Þannig að ég prjóna hérna yfir, færi merkið og ég prjóna svona inn í þessar lykkjur. Þess að fer undir báðar. Gerir svona og ég prjóna þær. Og ég prjóna alveg allar. Alveg hérna að. Svona. Og svona. Og svo eins og ég sagði áðan til að fá ekki þessi leiðindar lausu skil hérna á milli. Þá fer prjóninn hérna fyrir aftan. Og prjóna. Og við prjónum tvær umferðir sem sagt. Nú ég búin að prjóna hérna tvær umferðir og við stoppum hérna það sem fyrra merkið Og nú ætlum við að prjóna yfir það, bara venjulega slétt. Förum hérna yfir. Svona. Og nú megum við taka merkið af, en við prjónum samt eina auka umferð, eða sem sagt eina auka lykkju. Svona. Núna snúum við aftur við. Og við prjónum aftur stytta umferðir. Inn með prjónutin, bandið yfir, strekkja vel, prjóna brugðið.
og að prjónamerkinu, tökum það af og prjónum eina enn í viðbót. Snúum við og aftur tilbaka og nú gerum við akkurat öfugt eins og við áðan, að nú ætlum við að prjóna alltaf einum lengra. Þannig að núna prjónum við í þessa svona og prjónum eina lengra. Snúum við, beint inn með prjónóttin, strekkja vel, brugðið. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig ég gerir þetta brugðið hérna megin. Og þá fer ég beint inn í hérna undir þessi tvö svona og prjóna brugðið og einum lengra og sný við og ég endurtek alveg þangað til að ég er komin út á enda. Ok, nú er ég búin að gera alveg hingað og ég prjóna þessar saman, prjóna síðustu likina og sný við, beint inn með oddinn, fram að strekkja vel, brugðið tilbaka. Hérna er ég komin að brugnu, þar sem að voru tvöfaldar, prjóna þar brugðið og síðasta brugðin og núna þá prjóna ég allan hringinn bara áfram. Svona lítur hællin út, svona, kemur mjög skemmtilega út, þetta er mjög byrjandavænn hæll. En það er eitt svona lokað atriði er að þegar við prjónum núna í síðasta skiptið tilbaka, sem sagt hérna, þá gerum við þessa líka svona og þrengjum vel að og prjónum yfir. Og nú getum við prjóna bara eðlilega, en við prjónum náttúrulega þennan síðasta sem er hérna megin eins og venjulega og svo þegar við komum allan hringinn þá er þessi líka prjónuð þannig að við prjónum bara venjulega svona og svo myndi ég bara skipta hérna og í síðasta skiptið þá kannski hérna minna á trykkið að það sé ekki á laust hér á milli, prjóninn bak við þannan prjón, toga vel í, svona.